ákveðin cool taxa. Ekki þú veist bara þessum. Já. Jú, þetta þeir. Hello, sir. What's up, bro? Dedicated to the man, more concerned with his rims and his Timbs and his women. Him and his man, come in the club like hooligans. Don't care who they your fan, poppin' yang. Förum niður, klárum þetta lag, spilum. Telja, á að gera. Já, við skiptum, nei, kemur kallinn! Ég okkur fucking boss game, og ég fucking boss bitch, og með dóttir fyrir að gera ghosti, halda mig sjó, til að frosti, úr með kallar og frosti, já, skinn og áskil, þú og vinni þínir, ég velkomin á the fucking Secret Faith, sko. Við erum bara að trúa ykkur. Ferlið okkur, sko, við komum hingað í stúdíóið, strákarnir púla upp með einhvern beat og ég, þú veist, hef oftast ekki heyrt beatinn af þér. Og þaðan kemur mjög oft hook og mjög mikið af það sem við gerum hefur verið bara freestyle, sko. Ég hef búinn að vera að geta oft eitthvað freestyle bara í partíum og ég læt stundum á bara einhvern type beat og bara freestyle í hálftíma heima á mér, sko. Ég er að koma með eitthvað flow, sko. Zigzag-o, zigzag-o, zigzag-o. Og ég kom með eitthvað bars, sko. Zigzag-o, ég er að gera þetta sjálfur. Ég er með pakkandi pening í vasanum, hungi með tíminn því hann er hálfur. Ticket og kríð, borgað í mánuð. Aðeins að kjána, býst ekki líka sem við mig. Ég nenni ekki að sjá okkur, nenni ekki að bá okkur, nenni ekki einu sinni að þurfa að horfa á okkur. Bitch smoke, gæla mín og nefnir bitch smoke og saman sá hana beint upp og eftir ég hafði skrifstof. Tala og tala, tikið download og banda með bubbin þú til útlanda. Menn sem hattar að tapa, þið get ekki sagt mér neitt, get ekki sagt mér neitt um mig. Hef mér allt og mikið shit sem að ég geri ekki þig. La 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 na 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 na. Er þetta einhver lagi hjá mér, eða? Þetta ferlið, sko. Það koma alveg lög sem erum líka bara ég geði eitthvað basli með stundum. Í nótt var ég bara heima með mér að skrifa texta. Ég var þunglyndur eftir að ég skrifaði stundum heil lög. Því ég var bara að fucking grafa inn í hjartað á mér, skilur. En það var líka bara svona, ég þurfti að gera það til þess að ná að gera það sem ég er að gera núna. En eins og 1, 2, 3. Ég þurfti ekki að vera heima á mér að skrifa. Ég var bara upp í mækinn og þurfti að fara eitthvað, 1, 2, 3, ekki heima. Þá var ég bara að koma að geta seint heim á kvöldin og kærastinn mín alltaf að sofna einn, skilur. Og þetta er bara eitthvað svona sem er bara eitthvað on my mind. Af því þú talaði um kærastuna þína, sko. Af því að í nótt, þá er Aron Kahn ástfanginn, sko. Maður, heldur betur. Ég var bara eitthvað mega ástfanginn. Það var búið til geðveik lög. Ef ég er mega heartbroken, það er líka að búið til geðveik lög, skilur. Þetta er bara allt hérna, skilur, hvernig þið fucking líður. Þetta er bara, ef þú ert bara feeling some type of way, þá ert alltaf að vera að gera besta dótið og sko, öll í nótt-platan er bara gerð út frá ást, sko. Sko, Jói Christ, sagði eftir að hann gáði Jói-plötuna að þá bara fór hann á samtal við foreldra sína. Það sem var bara eitthvað svona, jæja Jói minn, nú þurfum við aðeins að ræða það sem þú ert að tala um þessari plötu. Hefur þú átt eins samtal? Gaur, ég átti það áðan. Ég átti það no joke á. Mamma var að hlusta á plötuna mína. Segir, æ pabbi, alltaf margar pillur, ég veit. Hún eitthvað, þetta er mjög flott lag, en ástu mín, hvað er það með textan? Þú veist, okkur er þetta að vera að segja svona.
Og þegar ég gerði það ekki strákinn, hvernig byrjaði aftur, með 10 tíkur heiminn og eitthvað með opinn glugga í Jónugló og eitthvað svona. Og ég og mamma vorum að hlusta á bara fyrsta skipti saman á leiðinni í skólan. Og hún heyrði ekki fyrstu línuna því ég var svona að reyna, já þetta er hvernig finnst þér lagið? Var svona að reyna að tala ekki að þátt onni svo hún myndi ekki heyra línuna. Og hún var eitthvað, henni fannst það geðveikt sko og vildi svo posta það á Facebook. Og þá var ég bara eitthvað, fuck, þá eru vinkonur að fara að heyra línuna og segja henni línuna og þá var hausinn minn á flug sko. Síðan útskýra maður þetta bara. Þú veist, og þetta er bara, þetta er ekkert bara hvað ég er að gera akkurat á þessari stundu. Þetta er bara eitthvað lífið mitt, allt sem segja, eitthvað sem er tengt lífinu mínu, hvað ég hef gert eða hvernig mér líður eða whatever sko. Og hún skilur það, alltaf sko. Þú veist, mamma er í leitar við aldrei heim. Og svo eru kannski krakkar á mínum aldri sem eru að leita við ég veit það. Bara eitthvað svona hafa fengið þetta í hausinn, bara eitthvað shit, ég er að fucka mér upp, ég veit það alveg, þau þurfi ekki að vera að segja mér það. Hvað ég er að taka, ég með fullt á meðan henni, ég kan setja það í vasan. Veit að þú vilt taka mig heim, ég er til bara svo þú veitir að það sé. Ekki minnast á mig, ekki fara að taka gottina. Ég ætla aldrei heim, aldrei heim. Ekki minnast á mig, ekki fara að taka gottina. Ég ætla aldrei heim. En heldur þú að þú stuðlir að, skilur að ungi krakkar að einhver nota eiturlyf? Nei. Nei, ekki ég. Ekki fræðilegur sko. Eða þú veist, ég myndi ekki segja það, ekki séns. Nei, ég bara spyr beint út bara. Já, algjörlega, ég myndi ekki segja það. Nei. Ekki fræðilegur sko. Mér finnst bara einhvern veginn að allir ættu að tala það sem þeim liggur á hjarta sko. Þú veist, eins og með Jóa og Króla, þeir bara tala það sem eru fréttið af þeim, skilur. Og ég og aðrir tölum hvað eru fréttið af okkur, skilur. Þannig að þú veist, það er basically eina sem þetta snýst fyrir mig og tónlist hefur alltaf verið hann líka fyrir mig, sko. Þetta er bara eitthvað sem hérna, skilur, og ég er bara að koma því út. Þetta er ekkert meir en það. Þetta er ekkert eitthvað, ég ætla að segja þetta þegar mér er svo fucking nett og mér langar að öllum finnst þetta nett með mér, skilur. Viltu vera frægur, ég gat ekki sagt nei við því. Viltu rocka ísinn, ég gat ekki sagt nei við því. Að vera ógeðslega frægur 16-17 ára. Heldur það hafi verið hollt fyrir þig? Já og nei, ég veit það ekki. Ef þú ættir frænda sem væri 16 ára, væri bara, þetta er gott fyrir þig. Ef það er verið að passa upp á hann, sko. Þú veist eins og ég, bara fjölskylda mín og allir í kringum mig, bara gott bakland. Ekki það, ég fór náttúrulega í algjört fokk, sko, en þú veist, í smá tíma. Nei, ég bara misti mig smá, skilur. En síðan held ég bara að ég hafi náð að baka út í því, með því að hafa fólki í kringum mig, sko. En hvernig gerir maður það þegar það vilja svona margir vera vinið þinn? Já, þú verður held ég bara að halda í vinið sem alltaf verið vinið þinn, sko. Líka þar þú varst ekki einhver svaka dút, sko. Og það ég var alltaf, þú veist, ég var kannski með einhverju liði og var kannski ekkert í gett góðum málum. En ég hafði samt alltaf, ég gæti alltaf bakað út. Ég gæti alltaf farið og hitt hina vini mína. Ég gæti alltaf farið, þú veist, og það eru margir krakkar sem höfðu þetta gert. Ég held að það hafi gert gett mikið fyrir mig, bara og kærustu sem 4 árum eldri en mig, skilju. Ég held að það hafi líka gert helling, sko, alveg 100, sko. Gatti! Búm! Nei! Nei! En hvernig dílar við þetta neikvæða? Af því, þú veist, Twitter soldiers og fleira bara samfélagsmiðla síðapóstular eða hvernig sem þú vilt orða það? Hvernig dílar maður við það? Bara don't give a fuck, sko, án djóks. En það kom tímabil þegar ég var að byrja, þá var ég líka bara að koma heim úr skólanum og var bara eitthvað, mamma var bara með sögur á hverjum degi sem hún var að frétta vinnunni. Þig? Já, mig, sem voru bara kjaftaðir, sko. Og þá var maður bara eitthvað svona, damn, þetta er fucking súrt, en ekkert hægt að gera því. Og ég held líka bara að það hefði bara gert það fyrir mig að í dag sé ég bara eitthvað, segi hvað sem ég fucking vilji, sko. Ég held bara áfram að gera mig, sko. Sama hvað einhver myndi segja. Ég myndi alltaf halda áfram að koma að henga og búa til lög.
og það eina sem það vinna mín, sko. Það sem ég dýrka að gera, það sem ég mun alltaf gera. Þú veist, að vera in the moment, að búa til eitthvað sem þið finnst sjálfum geðveikt, sko, og þykir vænt um. Ég held að það sé svona bara hápunkturinn að þessu öllu saman, sko. Þú veist, það til dæmis ástæðan fyrir að ég sé ekki að pæla í neinu, því að þetta miklu sterkara. Þú veist, þetta svo ógeðslega sterkt og þetta svo mikil orka. Þannig að hitt, þú veist, ég hef ekki pláss fyrir hitt neðkvað dæmið, skilur. Þetta sko, þú veist, what it's about. Það alltaf mikið sem mig langar til að upplifa. Alltaf marga drauma sem ég þarf að fara að. Óskir sem ég þarf að uppfylla upp í skýjunum með þér.